whatever. Já. Ok, þetta er búin. Ertu byrjað að taka? Já, út bara byrjar. Jæja, Maja, hvað segirðu? Bara gott. Hvernig líður þér eftir að fyrsti þátturinn er komin í loftið? Bara vel. Mér finnst bara að við erum búin að fá fullt af góðum viðbröðum. Ok. Greinlega margir með okkur í liði. Já. Og við erum búin að fá alls konar, sant? Já, bara uppbyggileg komment og athugasemdir sem að ég kallaði eftir. Já, ég elska að fólk nennir að senda manni ef maður gerir stafsningavillu eða gerir eitthvað vitlaust eða bara, ég elska fólk sem nennir að gera. Ég líka, ég kann virkilega vel með þetta. Þannig mjög þakklátt fyrir sérstaklega þetta komment sem þú ert að fara að segja núna. Já, systir mín, Helga Björk Lagsdal, hún er á Spáni og var að hlusta í morgun og hún sendi á mig. Ef að ég þekkti ykkur ekki, þá ég er búin að hlusta í 10 mínútur, ég veit ekki eins og hvað það heitið. Ég bara, hún bara, þeir glemdu alveg að kynna ykkur. Þannig að ég ætla að... Mér langar líka að segja þetta, one take. Okkur langar til að hafa þetta bara svona frekar, afslappað og bara ekki eitthvað... Og klift og eitthvað. Og á að vera svona natural. Já, natural. Og þannig að ég ætla bara að byrja að kynna mig, ég heiti Maja. Og er að vinna í NTC og er búin að vinna þar held ég bara samtals í 20 ár með einni pásu því bjó og vann í London og, í viðtísku já, viðtísku líka og NTC er fyrirtæki á Íslandi sem að rekur margar fataverslanir Gallerí 17, Evu, Kultúrmenn og fleiri þannig að fyrir þá sem veit ekki hvað NTC er Þar ólust við upp saman við ólumst þar upp saman og áttum þar og eigum menn dásamlega. Fundum alla okkar bestu vini eins og við komum fram í síðast. Já, og Geitin í bransanum, búin að kenna okkur allt sem við kunnum í dag. Svafa Jóhansen, við dyrkuðu. Já, og já, það er allan að hver ég er, en hver þú? Hver er ég? En svo líka ætluðum við alltaf að klippa eitthvað inn á, en svo fættuðum við ekki allir, það er svona óslega margir sem er bara að hlusta, ekkert enda að horfa. Já. Þannig að... Maður þarf að útskýra kannski aðeins betur. Akkurat. Já. En ég heiti sérst Andrea og er fatahönnur og er búin að vinna við tísku sem ég var bara síðan í útskrifastur FG og bæði náttúrulega með þér í NTC og svo líka með mitt eigið fyrirtæki sem er núna að vera 17 ára. Þannig að það er fljótt að liða. Já, svo eigum við fullt af börnum og... Já. Ég á fullorðin börn. Ég á dóttir minni 20 og strákurinn minn er 27 að verða, þannig að bara... Ég er með svona 2 sett. Ég er að vera geit líka, skilur. Já, ég er með svona 2 sett. Ég er með 2 litla, 8 og 10 ára og svo 20 og 22. Já. Þannig að 2 sett á svona gaurum. Já, geðvægt. Og miðja mín sem 10 ára, hann ætlar að koma hérna með. Hann bara er mjög mikið að spáðis. Já, bara það, geðvægt. Hann bara kannski ekki kemur að minnast. Herðu, og strákurinn minn litli og já, hann er náttúrulega algjör meistari og vinur hans hjálpaði okkur að gera mitt stefi sem þið heyrið undir í byrjun. Já, hann náttúrulega bara... Einn annar eða fannar. Já, fannar, einn annar. Til líka meistari. Ekki enn einn eins og ég sagði fyrst. Nei. Það er bara einn punktur annar eða fannar. Já, fíla. Ótrúlega flott hjá hann. Ógeðslega gaman. Gaman að vera með þeim. Það er ekki gaman að fara í stúdíu? Jú, ótrúlega gaman. Algjörðu töffar. Gæðvett gaman. Og svo sá hún Anna líka, hún var bara svona, er þessi þáttu bara fyrir vin ykkar eða? Já. Ég var bara, nei, bara alls ekki, hún bara, þú veist, allir sem var að tala Kasper, Jasper, Jónatan. En mér erst líka bara að þið verðum að byrja og þetta er svona að slípast til og þetta er alls ekki fullkomið frekar en við. Nei. Og mér er ógeðslega næs að fá svona komment og líka að því að þú veist, mér finnst oft svona common sense is not so common og þú veist, að því við erum búin að vinna bara í þessu bara alltaf. Ég veit það. Og það er kannski fullt af fólki sem er kannski með einhverjar spurningar þetta, tískubransan eða eitthvað sem okkur dettur ekki eins og hug að segja frá. Nei, bara sem okkur við sjálfsögðum hlut. Já, þannig að ógeðslega gaman að fá einhverja spurningar bara inn á Instagrami okkar stílbrot eða bara til okkar persónulega. Já. Ef það er eitthvað sem er í sambandi við þetta sem einhver langar að spurja að því að ég tók eftir bara til dæmis ekkert þegar ég held tískusýningu og var bara að bjóða fólki og það var bara fullt. Og ég man eftir henni. Það var bara fullt af fólki sem bara aldrei fara á tískusýningu. Hvað var þetta ekki? 2014? 14? Já, hókst að langt síðan. Já, ég var bara nýflutt heim frá London þá. Já, einmitt. En þá var bara, þú veist, ég held bara allir hefði farið náttúrulega á tískusýningu þetta því að þú veist við höfum náttúrulega gert það miljónsinnum þannig að þú veist er alls konar sem að við gerum á hverjum degi kannski sem er ekkert og þú veist, er ekki þannig hjá öllum það er eitthvað sem ykkur langar að vita nú slaknaði á myndinni
hvað að gerast? Ok, hérna, og tæknina hans að styrja okkur. Já. Sem bara í góðu lagi. Já, við erum náttúrulega Þú veist að breyta ykkur í stillingu á símanum mínum. Það er komið núna. En við ætlum að tala hans bara að reyna að hafa alltaf eitthvað svona smá bara business eða bara bransan og bara sem við bara erum að vinna við alltaf daga. Og það sem mér finnst svo skemmtilegt kannski að við báðar, við byrjuðum bara literally á gólfinu og unnum okkur. Gólfið sko það bara mikilvægasti staðurinn til að vera á. Og ekki bara, þið heyrus oft fólk segja að ég nenni ekki að vinna lengur á gólfinu sem því það náttúrulega bara að vinna í búðinni. Já. En það er bara mikilvægasti staðurinn finnst mér. Já. Og ef ég ekki búin að fara lengi á gólfið, þá veit ég ekki neitt. Nei, ég veit það. Þá get ég bara, Ég veit það. Þannig að gólfið bara bæði ógeðslega mikilvægt, sko í fyrsta lagi lifehack að vinna í búð og díla við alls konar kuna því þú fær svo mörg verkfæri til að bara díla við fólk í lífinu og þú fær svo alls konar fólk inn 99% skemmtilegt, þannig að það kemur líka alveg svona erfitt og bara læra að díla við það og taka við því og hvernig maður leysir úr því, það er bara það er eitthvað sem maður tekur með sér í allt. Já, mér finnst svona yfirleitt að reyni alltaf að og ég veit alveg ég sletti mikið og svona, en þú veist bara kill them with kindness. Ég hugsa svo rosalega oft bara ef einhverju pirraður og eitthvað svona sem manni finnst kannski svona út fyrir öll mörk svona hvernig fólk getur látið sumar hluti pirra sig og svona æst sig og ég hugsa alltaf bara ok, það bara, hún líður ekki vel, það er eitthvað í gangi hjá þeim sem að veldu því að þú veist að þau geta pirrað sér svona svakalega á okkur reglum sem að er ekki eins og kannski bara ekki eins og okkur höndum. Nei, einmitt. Þannig að það er mjög mikilvægt og bara eins og þú veist, ég fer reglulega á gólfið og mér svo fyndi ég mjög mikið til dæmis á gólfinu í desember af því að þá er einhvern veginn öll önnu vinna búin, maður er búin að panta allt inn og svo oft sem ég hitti fólk sem ég þekki sem er bara, hvað, ert þú bara hér? Og þú hissa? Já, og svona, og ég bara, já. Þarna fær maður bestu upplýsingar fyrir innkaupin, og ég hlusta þú veist tvílíkt á kúnnana mína að þú veist, þeir eru kannski að segja mér getið ekki gert hennan kjól aftur eða mér langar sér þetta aftur eða þú veist, ég er ofta að taka bara það og hvernig á maður að vita eitthvað ef maður er ekki að hlusta og svo líka bara einmitt líka á starfsfólki í búðinni sem að er bara með hands-on. Já, og bara allar upplýsingar sem maður þarf. Þannig að auðvitað þarf maður líka bara að hoppa á kól og mér finnst það svo skemmtilegt. Ég hitt svo mikið af fólki. Mér finnst það eiginlega skemmtilegt. Veistu hvað, dagar mér finnst erfiðastir. Mér finnst erfiðastir dagar sem ég set kannski 12 allan daginn. Mér finnst bara svo óþægilega svona kyrrsetta stanslaust, skilju. Mér finnst miklu betra að vera eitthvað svona þeytingi, labba fram. Já, mér líður miklu betra í kroppnum eftir þannig dag. Það er bara þannig og það er það sem mér finnst líka skemmtilegast við til dæmis starfið mitt. Það er engin dagur eins. Nei, veist ekkert hvað er að fara að gerast í dag. Nei. Þannig og auðvitað þannig að já, mér finnst það að því að maður hefur líka alveg heyrt svona, hvernig get ég bara orðið svona innkaupastjóri eða þú veist, hvað þarf ég að gera? Maður bara svona, þú þarft að byrja. Já. Þú þarft að byrja á gólfinu og þannig bara vinna sig. Og það er það sem ég fannst líka svo magnað eins og til dæmis í London sem er bara risaborg og ég var að vinna þar. Þá var bara svona valur maður í hverju stöðu. Bara að þú ert bæir, þá ertu bara bæir. Og ekkert á gólfinu? Nei, ekkert á gólfinu. Nei, en ég reyndi að tekja eftir í Íslandi og þegar við erum bæði lítið land og þar leiðandi með færri kuna heldur en ef að búið mín var til mér í London og ég tekja eftir að við berum ótrúlega marga hatta hvert, og ekki bara í tískubransunum, bara í öllu. Já. Að þú veist, við erum með, þú veist, eins og ég kom einu svona í lítið fyrirtæki til Kaupmannahöfn sem ég held að hafa ekkert verið mikið stærra en mitt og ég segi bara eitthvað og var að tala við þær, ég var á skrifstofunni hjá þeim og ég bara, hvað gerir þú? Og ein var hönnur, ein var að gera máltöflur, ein var sölukona, ein var að sjá Instagramið og ég var bara allt sem það voru að gera, ég var bara það ég var þú veist, þannig að ég held að það sé ekki bara í okkar, ég held að sé bara yfir höfuð, það er bara, við erum litlu markaði og fólk þarf að bera ótrúlega marga hatta, en það eru mjög margir í kringum mig, finnst mér overworked. Já, bara ég held að það sé ástæðan fyrir því, sko. Já, algjörlega. Og en gólfið, já, gólfið, mikilvæg staðurinn og svo líka bara annað, þú veist, að því að við erum oft talað svona samkeppni og annað, þú veist, hvað er gaman að fara og fá bara góða þjónustu. Mér finnst svona margir fara mis við það, að því að það er einhvern veginn, maður getur gert svo margt auka þegar maður er einhvern veginn
að ég farið í extra mæl og Ég er bara Erla mín, Já. partneri minn í búðinni hjá mér sem allir vita sem hafa komið, Andri hver held ég. Hún er einmitt þessi típa. Hún nennir alltaf, þú veist, og hún er bara, ég meina, fólk kemur bara inn ef ég er að vinna og er Erla við, bara nei, bara já, ok, kem aftur seinna. Bara, þú veist, það sækir að vill hitta hana, skilur. Já, einmitt. Og við erum með ótrúlega mikið líka á góðu starfsfólki. Bara, það er bara hvernig, þú veist, auðvitað, hvernig þau eru þjálfuð upp og svona og svo er þetta er bara í sömum. Sömur hafi þetta bara í sér. Og bara að vera góðu sölumar, þarf bara að kunna að tala og bara fyrst gaman að tala við fólk. Mér finnst það svona nummer 1 og 3. Og það er mér svona minnistætt svona nokkur atriði sem hafa komið upp þar sem að maður hefur þurft að bjarga sér ef eitthvað hefur klikkað og gleymi aldrei þegar það var eitthvað maður að fara að gifta sig í Borgarnesi, hann bjó í Borgarnesi og hann var að fara að gifta sig og bara keypti jakkaföt og þau áttu að fara í styttingu og eitthvað breytingar og eitthvað svona sem maður bara það mjög ofta að gera að maður kaupi jakkaföt og það hafði einhver sett jakkafötunum vitlaust slá bara búin að taka öll mál og allt og átt að fara nýr á saumastofu, bara setta vitlaust slá svo kemur maður og ég er akkurat í búðinni og við bara, jakkafötin finnast ekki, bara hringja út allt og hringja saumastofuna og þau bara kom aldrei saumastofuna og við vonum bara við bara græjum 9 og hann alveg, ég sko að fara að gifta mig í hádeginu á morgun og þetta var föstudegi kl. 5 eða eitthvað og ég bý í Borgarnesi og maður var bara bara hvernig, mér minnir ég hef hringt í þig bara þekkir þú einhvern sem að geti redda mér, var það kannski einhver annar? Ég man ekki neitt svona. Nei, ég held að ég heyri eitthvað svona sögur, ég held að já, var ég það? Nei, ég er nokkuð viss það hefur verið þú og þú bentir mér á og ef það varst ekki þú, bara hversin það var. Bentir á hvern? Ég veit að saumastofu í Hafnarfirði minni mig. Já, þá er það ég. Já. Og Hjá Elínborgu? Nei, hjá Kóvan. Já, Kóvan, já, einmitt og og ég hringdi hann og hann bara, þú veist, ég bara tók jakkafötum, við fundu þau, voru bara vissið slá og ég bara brunaði og gaurinn bara beið í búðuna með hann og fór að fæ sér kaffi eða borðaði eitthvað og ég bara beið meðan hann græjaði þessi jakkaföt og svo, bara, svo kom ég bara tilbaka með þau Nei, og sko, þú veist, þetta var bara að geta enda eitthvað svona sem hann náttúrulega er smá dramatíst, af því að þetta var svona ekstrím dæmi, ég var að fara að gifta sig daginn eftir svona. Hann labbaði svo ánæður út, bara því að, þú veist, fyrsta hugsunum var, ok, þetta er bara hvað á ég að gera, hvernig á ég að redda þessu. Og svo bara alls konar, maður er búin að keyra heim til fólks með eitthvað og bara, það er líka sem er svo gaman að geta eitthvað neginn. En mér finnst líka bara, þú veist, sumum hjá mér, af því að ég er búin að vera með búðinni 17 ár, hef fyllt, þú veist, einu svona var ég að gera barnakjóla, þetta er mínimi, þá var ég að gera kjóla, okkur litla stelpur, svo kom hún og ég gera fermingakjól, þú veist, og svo bara, koll á kolli, bara yfir svona stór mælstóns í lífinu, mér svo væntu það. Já. Og sjá þessi litlu dúllu, bara orðnar skvísur, þú veist. Já, þetta er bara einmitt, það er fastakúna bara síðan í gamla dag, eins og þetta Centrum var búð og ég man bara ég man sérstaklega eftir einni mömmu sem kom alltaf með stelpuna sínar og þær voru alltaf svona, mamma, ég þarf ekkert meira, hún bara, jú, máti þetta og hún svo algjör dúlla, var alltaf að kaupa flott fötandi stelpunum sínum og eitthvað svona og svo bara núna er bara sonur annarar dótturinnar hún er, mamma strák sem er með syni mínum í fótbolta. Veitu, þetta var svo stöðumælaverðnir, ég náðu þess ekki. Nei, ok, önnur dótturinn sem þessi mamma sér að tala sem ég var alltaf afgreiði í gamla daga þegar þær voru bara litlar, úlingar. Hún er mamma líka. Já, hún er mamma og strákun hennar er með syni mínum í fótbolta og ég bara alltaf eitthvað manstu það og hún var bara, já mamma, ég man svo eftir þess að það var stund svo vandræði. Já, líka svona kuna bara úr Morgan og bara öllu sem ég bara man endal eftir, þetta er eitthvað svo þetta er dýrmætt. Já, þetta er mjög dýrmætt. Svo er maður að hjálpa mörgum, bæði brúðkaupum, fermingum, þú veist, og ég er alltaf stressuðst ef það er eitthvað svona brúðakjóllin eða eitthvað. Já. En ég hef líka bara margir sem er að fara í brúðkaup, bara, þú veist, í veistlu og líka bara fermingamömmur og svona, þú veist, kannski mömmur sem eru nýbúin að setja saman nýja fjölskyldu eru að fara að halda veistlu með, þú veist, fyrirvandi og manninum hann er, þú veist, eitthvað svona, ég verði að vera óslega fín og maður er inn í öllu, þú veist, bara góður í hvað ég átt að vera og þú veist, þetta er alveg, og mér finnst þetta ótrúlega skemmt. Já, mér finnst þetta ótrúlega dýrmætt. Maður á bara að kunna síðan bara 20 okkar ár síðan. Og þú veist, ég var vitnaði einhvern tímann þegar Erla fekk bara eina tissin sem var að fara eitthvað til útlanda
hún kom bara með allan skápið sinn, bara hvernig hún ætti að setja þetta saman, skilur, þú veist, þannig að maður er bara involveraður í bara alls konar. Já, og það er ótrúlega skemmtilegt. Já, mér finnst það, já. En þetta voru allan svona okkar input í þetta, bara það er bara gólfið. Og já, og þetta er bara líka svo einmitt eins og ég var að tala hvað þetta er öðruvísi annars staðar, þú veist, þetta er alveg svona. En mér veist líka, var ein stelpa að vinna í okkur í mörg ár og hún fór svo að læra hjúkrun og svo þegar voru búin að læra, þú veist, voru búin að læra eitthvað tíma þá áttu að fara inn á spítalana og hún voru að lendi alls konar erfiðum sjúklingum eitthvað og ég var þetta ekkert erfitt, hún leiði, nei, stelpunum fannst það smá erfitt, en hún sagði, ég er bara með þetta, þegar þá var hún bara að vinna svo lengi í búðinni, að hún bara, já, þessi típa, tala við hana svona, þú veist, þú bara lærir svo vel á fólk og þetta er svo næs, bara út í lífið allstaðar, þú veist, og taka einhver persónlega. Nei, einmitt, já, akkurat, það er einmitt sem ég var að tala aðan, bara maður þarf bara að vera með þessa mönturu, bara þegar fólk lætur svona stundum með maður að díla við erfiða konu og svona, þú veist, það er bara, maður á ekki taka það persónulega og það er ofta eitthvað í gangi bara hjá þeim sem að veldi því að þú veist, ég veit einu svona ótrúlega litla á svona þetta konu sem sagði mig, herðu, ég er að fara í partí ég vil bara getur þú gert með hói og slank eitthvað svona, ég vildi vera há og grönn í kjólum ég var bara, já, ég skal reyna skilur, þetta er mismundi snið, gera mismikið fyrir mann veist, þannig að maður reynir alltaf sitt besta en ég er ekki að fara að hækka neitt skilur, þú ert að fara til Rússlands í það skilur hói og slói hói og slank En við ætlum að tala núna hvað áhrif mótuðu tískana, það fórum vel yfir TikTok-trendin síðast og ég geti nú talað TikTok forever, en Þú geti talað forever? Ég fyrir utan það. Ég held ég að fæðst talandi. Já. Pappi sagði þetta eitthvað við mig. Veitu, ég var að segja ykkur einu sögu, af því við erum talað þetta. Við byggum í Svíþjóð, ég var lítil, mamma var að læra, hún var að læra í Svíþjóð og pappi var að vinna í fangilsi sem fangaverður á meðan, hann bara fann sér eitthvað að vinna og hann var að vinna. Svo vorum við ekkert á leiðinni eitthvað í einhverju lest og förum fram í fangilsi. Þá segi ég á sænsku, bara, pappi, varst þú í þessu fangilsi líka? Já. Pappi var bara, tíu krakki. Ég var svona svipuð típa, samt held ég að þú talir meira en ég, sko. Já. Ég var sko með mömmu í strætó, pínlítil, pappi minn er skipstjóri, hann var svo mikið í burtu og ég var bara, er þetta pappi minn? Er þetta pappi minn? Mamma bara guð þeiðu oh my god, ég bilast já, þetta er bara svona ég bara, pappi er oft sagt það, ég bara hef fæðist talandi bara talaði mig bara upp úr vöggunni sko. En við held ég það sammeilagt já þegar ég byrjaði að dama með 2 ára var ég bara í kaffi með henni bara segja henni hvað mamma og pappa voru að gera og eitthvað já, ég bara líka ótrúlega öll með að kynnast fólki ég er algjör oversharer ég segi bara þú veist, ég bara eitthvað segi frá alls konar bara stundum að maðurinn minn, hann er svo mikill introvert, hann er andstæðan við mig, við erum svona bæði ljón, já, við erum ammálið með viku millibili og hann er stundum bara þóla ekki hvað mikið svona people's person. En ég er þannig líka og ég held að maður sé bara annarkvort ertu eða ekki. Já, annarkvort já, og ég held að það er það sem gerir mann líka til dæmis skoðan sölumanni, það er bara ekki að tala. Það er easy. Já, en já, það er semst þetta kynslóðabil líka, við ætlum að ræða hans tískuna hvernig hún fer í hringi og það sem við nú kannski taka fyrir núna er 2000 tískan. Ok. Sem er oft kennt við, er það ekki Y2K, það er þegar 2000 var að koma, það var svo mikið panik það þegar þú veist, núllin voru að breytast og 19, já. Það áttu bara alltaf að stoppa og bara alla tölfur og allt og við heldum bara það heimsendir 2000. Ég veit það og það er svona orðatiltæki sem var notað og það er bara líka búið að hengjast bara við tískuna í kringum ennum tíma. Og það var okkar tími. Það var okkar tími. Djöðlega gaman. Já, og ég sýna. Já, sýndu. Okay. Þetta er nú 89 þetta er að því við ætlum að þessi myndir við ætlum að tala að þegar að tískan fer í hringi ég var reynir eitthvað gælla 2018 fannst ég illa nett í þessu skilur og mamma horfði á mig og segja já aðra svona myndaðir og það er þessi þannig að já tískan fer í hringi ég er bara greinilega í sama átfittinu þetta er bara millett úlpa og svo dingja hér en þetta er ekkert ósvipað hér er reyndar þórsmörk hérna í matabóðin ég meina já rauð skór úr riskinni, þetta er bara, já. Að þetta er smá tímabúli sem við erum að fara að tala Já. Þarna var ég að sauma þessa kjóla. Já. En að ég segir. Að þetta, herru, ég veit, við vorum að fara á árshátíð NTC hana. Ég veit það líka. Já.
þarna var og ég við vorum nýbúin með að partí spreyja heima okkur hjá mér brúnar. held ég á undan. Já, það. Já, En ég ætla að segja eitt. Sko, ég kannski fær ekki í þess að kjóla, en alveg örugglega einhverjar yngri, en öll þessi stífvél sem reynda sjást ekki alveg hérna, Nei. þau eru bara alveg alveg eins og núna. núna. Já. Fyndi. Þannig að þú veist, En þetta var vákafa gaman á þessu tíma. já. Og hérna, Þarna var ég að mála okkur, Maja. já, ég veit það. Ég var greinilega góð múa einu sinni. Já, þú bara, mér finnst þetta ekki Mér smá, sko við erum allt ekki- make a sense, ég myndi alveg fíla allt hérna make-up og allt nema augabrúnar. Það er eina sem er ekki eins og 2000. Nei, ég bara thank God for that. Já, þetta var hræðilegt. Af því ég er svo glöð, af því ég er alveg vinkonu sem plokkuðu sér svona alveg bara þinnur en þetta Já. og þær hafa aldrei fengið. Þetta var þvílík vinna að ná þessu. Ég veit sko. það og Já. ég man að þú plokkaði náttúrulega okkur alla líka og spreyt hannaður okkur og málaður okkur og saumaði kjólana á Ég okkur. sem að þess að, já, Og það hérna, er rétt, ég gerði þetta allt. Ég En- safsast ekki bara. Nei, en það eru sko marga vinkonum mína sem að hafa aldrei fengið augabrúnir sína aftur. Ég er mjög þakklátt fyrir að Já, ég ég fékk mínar allavega, líka ég aftur. fekk mína aftur af því að þú getur overplokkaðir. En sko ég er að segja þér, ég flutti svo til Köpen þegar ég fór að læra fatahönnun hann á 2007 og það var fólk ringjandi í mig, sendandi mér bara, heyrðu, ég er komið til Köpen, getur plokka mig? Ég er hægt já. að plokka. Ég man eftir þessu tímabili Það var svo svakalegt. vel, þetta var ótrúlega skemmtilegt. En já, þarna vorum við ungar sætar. Já, Þetta er, við ætlum að tala um nefnilega já, gallabuxur. við ætlum að tala um galab og það, já, allavega mjög mikið dísel. Já, Af sko, því að- þetta er niður mjög útviða, af því ég man, sko, þegar við vorum alltaf í svona buxum, svona víðum, eins og ég basically er í bara ennþá núna. Já, Þú veist, nema hippurinn var lár. Ég Já. er í hans herri gallabuxum í dag. Mér finnst þetta klæða mig ókslega vel út af við erum báða litlar, svo það ná langt. Maður lappar eiginlega ofan á buxunum akkurat. og þá, þú veist, virkar maður með lengri leggi heldur en þegar maður er í þessu sem niður mjög sem köttast bara við öklam, skilur við. En svo fyndið því að þarna er að vera sína mynd þegar vorum að vinna saman, bara back Bara in the þetta days. er bara, En hérna ef við ég segja, 20 og eitthvað. þessar buxur, þetta er nýmynd. ég veit það, Já. en þetta eru gamla buxur. Já, ég elsku passar ennþá í það. Nei, bara já, ég passaði ennþá í þar, en hérna máli var, ég var að fara á tískusýningu í Mílanó, Hjá Dísel. Diesel. Já. Og við erum náttúrulega upp í vinnu, hérna upp á skrifstofu NTC, þá var búið að láta ramma inn alla þessa Ég bersalega. held að þetta sé mína buxur. Ég þurfti að skila þeim næst okkur. Já, lánaði þú þar í ramman. Já, og ég ég bara, lánaði fullt af dóti. já, og ég, skó. Já, og ég fekk að og stífilinn, tegjaði í stífilinn. Þetta er eitt af því sem að bara er á Hvað er á ég sínaði? Hall of Fame. það? Já, það eru svört svona stífili ramma ásamt þessum buxum hérna. Já. Og ég fekk að opna ramman til að mæta í þessum buxum á tískusýninguna. Þannig að þessar buxur sem ég er í hérna eru jafn gamlar og buxnar á myndinni. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Sko, en ég er að segja, þetta farða hans aftur á þetta. Já. Sko, ég á móði minni að þakka það að þetta, hérna belti er til dæmis til, dóttir minni með þetta. Þessi skór sem ég var að sína eru til út af henni og þessir hérna sem ég er í, sem eru ógeðslega flottir. Hvað er þetta gamlu skóra? Þetta er bara síðan þarna. En fyndi að því að Þínir eru nýir. þetta er skóalveg mitt í dag og við plönuðum þetta ekki. Nei, við plönuðum en þetta þetta eru ekki. nýju skór, svona tiltölulega frá Jeffrey Campbell. En þessir eru báður úr 17 hérna sem ég kom með. Já. Og málið er að ég er greinilega alltaf halda fatamarkaði og ég sel bara allt sem ég noti ekki. Þannig ég hef löngu Ég búin er að líka losa mig þannig, við þetta. já. Já, en mamma mætir alltaf fyrst og pikkar út svona það sem henni finnst vera flott og hún er mjög svo geðveikt auga. Þannig að hún er bara arkafinn þinn. Hún er arkaðið minn Já. og svo fer Ísabella, dóttir mín, heim til hennar í kjallarann og næri í sem sagt, hérna, það sem henni finnst flott og hún er að koma með þetta heim og ég er að ræna svo af henni en svona full circle. Já, ég elska þetta. Þannig að mamma er ástæðan fyrir að þessi skór eru hér og fullt af þessu dóti sem kom í rammanu, hún er ástæðan fyrir að genskotnir er ennþá til Já, og Jessica Lýrabólu og eitthvað. Herðu, við þurfum að ræða það það þegar NTC var 40 ára. Var það 40? Já. Það er 50 Þegar ári ár, Kristín sko. Darlington kom hana, já. Já, þegar við vorum með svona, við ákveðum að hafa í búðinni svona hérna fullt af gínum og bara vorum að grafa upp alls konar Já. gamalt. Ég held frekar að það veri 45 ára. Ok. Það fekk ég lána að genskona hjá mér. hjá þér og bara að því ég veit að eru margir að hlusta en hérna ekki að horfa og við erum ekki að fara að sína þessu skó. Já, við erum aðeins að glemma því, já. Já, en hérna að það fekk ég að lánaði þér og þetta voru svona beauty hælar Ég veit það, svona fjörudrottningaskór Já. sem kallar, já. í öllum regnbóðans litum.
appelsínugulu, bara Skæra appelsínugulu. Já. Rauðu, alveg svona. Neonbleiku, Já. eldrauðu, Grasgrænu. turkisbláu. Og maður þurfti náttúrulega bara að eiga svona sirka bát 8. Já. Alveg einn einhvern lit. Einn einhvern lit. Ótrúlega fyndið. En ég er allan ennþá með henni skáp upp í vinni þegar skilaði, mamma henn lánaði mér það. Já. Þannig að það er allan. Ég elska að mamma gera þetta út af því þú veist, hún átti náttúrulega heima í stóru húsi þannig en hún er ennþá með þetta og við förum bara regla hún í kjallara og bara, ég er að fá lána frá sjálfum mér. Já. En ég bara elska hvað hún er með góðan smekk, hún pikkar út alltaf góða stíla. Já, þetta er náttúrulega málega því að ég bý í gamlu húsi inn í Vesturbænum og það er bara nákvæmlega ekki neitt geymslupláss. Nei, þá Þannig verður að það er eiginlega þannig, ef ég kaupi nýtt bara skóm, þá þarf ég að losa mig við annað. En pældi, ég var leita í gömlu myndum, semst, ég var í myndalbúmunum í gær til að finna einhverja myndir. Og þá sé ég bara, oh my god, Óli, ég hef alltaf verið með fatamarka og ég var bara að halda á það heima hjá mér. Fyrir social media, hvernig var ég að auglýsa þetta eiginlega? Þú veist, þannig ég hef greinilega alltaf gert þetta. Og ég er að því, þú veist... Hvað varstu bara hengið plakkut bara út allan bæ og ljósastöra? Ég bara veit það ekki, mér langar að veita það. En ég, þú veist, að því ég er að hlaði í svona núna, þá var ég bara að bytta þetta borstof bara mynd, bara, já, ég var bara með þetta inni hjá mér. Bara fekk alla heim til mín. Þetta er mjög heimilislegt. Mjög heimilislegt, já. En já, það sem er til dæmis núna og hefur verið undanfarið er núna að koma aftur frá þessari tísku sem er núna svona allsráðandi eða svona allan að einhver leiti. Það er til dæmis Juicy Couture galarnir. Paris Hilton náttúrulega gerði þá bara ódauðlega 2003. Manstu ekki byrjaði með þáttan Simple Life? Jú. En þetta er galli sem ég hef aldrei átt, aldrei stíði fæti og aldrei mátað. Nei. Ekki þá og ekki nú. Það er bara eitthvað við það sem ég bara, ég skil ekki, eins og af hverju. Eins og ég var nýjengogjötn, en já. Já, en ég mögulega held að þeir voru aldrei, þeir voru ekkert í sölu á Íslandi á þessu tíma. Nei, mann samt eftir þeim út í París þegar vorum að vinna á götunni þar. Já, en það er það sem ég er að segja, kynslóðin núna, hún er að elska alla þessa nostalgíu. Þetta er þess kynslóðin sem er að fæðast í kringu 2000 og kannski aðeins seinna. Og eins og Ísabella og eitthvað. Já, þau elska þessa nostalgíu. Þetta er eitthvað sem þau hafa séð áður og þeim finnst eitthvað svona, allavega var ég eitthvað að rannsaka dagann, að það er eitthvað sem þeim finnst svona eitthvað hugar á í því að fara í eitthvað sem að þau hafa séð oft áður. Það er allavega það sem er verið að greina þetta. Þannig að það er til dæmis, hún gerir þá ódauðlega, Juicy, galana og þeir eru til dæmis núna bara út allt og fást til dæmis hjá okkur og svo bara er Diesel, það er bara eitthvað svona, þegar ég var að googla svona hvaða tíska sem var í gangi árið 2000, það kom alltaf Diesel upp eiginlega efst, bara sem svona comeback. Nei, meina, ég man þegar ég hætti hjá NTC og flutti til Kaupmannahafnar að læra, það var 2007. Vistu hvað var? Það herrans ár. 2007, já. Þannig að, já. Vistu hvað, maður byggast fyrr. Ég bara, hvernig ég ætti að, þú veist, bara kaupa með dísel og hvar ég ætti að kaupa dísel og hvernig ég ætti bara, þú veist, ég var ekki að sjá hvernig ég ætti bara lifað. Nei, þú varst bara ekki að sjá lífið án dísel. Nei. En sko, að því að ég gróf upp mynd og við munum kannski bara setja á Instagrami, að því ég fæst mikið flashback. Þegar við vorum úti að Verslin, á tískuvikunni, þá fórum við alltaf í Diesel og vorum þar í heilan dag. Manstu, við sátum bara á gólfinu. Nei, bara 2 heila daga. Já, kannski, af því við bara, við sátum á gólfinu bara með öll sniðin í kringum okkur, alla litina og maður var ekkert eitthvað 2, 4, þú veist, þetta var bara 100, 200. Já, og þetta er líka smá trikki innkaup og það er gallabuxur sem er að kaupa þær inn, það er fyrst alveg ótrúlega marga stærri, 24, 5, 6 upp í 32. Já, og svo lengdirnar alveg 3 og svo ókslega mörg snið og margir þóttar í hverju. Ég veit það, maður þurfti að vanda sig, já. Og þannig að því að svo náttúrulega var Diesel, við náttúrulega seldum þetta í bílförm. Ég veit það. Þetta var rosalegt. Það átti allir hippir. Já. Það er hana. Já, einmitt. Og bara hvað öll þessi snið hétt Days og... Hvað hétt sem ég sýndi sem ég var í Fengar. Já. Allan að þá, já, það er það sem að kom svo mikið upp núna og núna er til dæmis best seldu gallabuxurnar frá Diesel til dæmis í 17 í dag. Það er Huss, það heita D-Huss í dag. Í alvöru. Gömlu Huss buxurnar. Við skulum sína frá þessu Instagram, setja í story og sína þess frá þessu. En og það man ég ekki alveg hvernig þær voru sniðinni. Þær voru með svona vösum framan á. Utan á. Já, alveg rosalega lágar. Myndirðu fara samt aftur í svona lágt?
sko, ég gerði það þarna þegar ég fór á tíssungu. Já, þetta er alveg ótrúlega flott. Já, sko. Við sko, mér finnst trikkið þegar að lækka, að því að sko, mér finnst sko, ef að buxurnar eru lágar, þá var ég að gera til mig svo Jessica hlýrabólina. Ég man alveg eftir, þeir volda stuttir, svo þurftu að láta lengja. Já, ég lengdi það nýri 60 cm og ég man, skilur út af því að þú veist, að því að annars var allir með bertumillu, það er ekki allir að fíla það. Nei. Þannig að þú þurftur að ná þeim moni, þú veist, síðan þegar buxurnar hækka bara 20 cm, það þarf að stytta efri parta líka og það þarf svona að skipta út fataskapnin, skilur, sem að vesa. Algjörlega. Þannig að ég legg ekki alveg í þetta núna, kannski bara því ég er kannski nú gömul í það, ég veit það ekki. Já, ég ekki það, ég segi alltaf maður er ekki á gamallin eitt. Nei, maður er ekki á gamallin eitt. En mér finnst það líka því að þetta bara fer tískan bara svona og þannig bara, já, í ringi og bara svo er eitthvað vinsalt og svo bara dúkkar upp aftur eins og til dæmis þessi nostalgíumerki eins og bara dísil bara kom upp aftur og við höfum alltaf verið með það áfram bara í svona öðruvísi mynd en meira núna væntanlega. Já, nei, núna bara því að þessi tíska, þessi 2000 tíska bara kom einhvern veginn aftur, bara with a bang að þá voru við einmitt að tuða í dísil að gera aftur þessi gömlu góðu snið. Er enda sami gaurinn hann sem á þetta? Renzo, já hann á þetta það. Já. Þannig að og við vorum bara please, eru þau til að gera aftur, þú veist, hipper og höss og að því að Er þið búin að gera hipper aftur? Þau eru ekki búin að gera hipper aftur. Ég myndi kaupa það eftir. Já, ég líka. Mér finnst geðveikt flotti vasarnir og... Já, af því að við vorum, sko ég er nefnilega held að það eru svo margir sem að, bara eins og við, sem að myndum eftir dísil gamla daga, sem að eru með þessa sömu nostalgíu. En líka ástæðan fyrir við vorum að biðja dísil að gera aftur þessu gamlu snið, var við vissum bara að þessi kynslóð. Myndi elska. Já, bara þessi Gen Z, Gen Z, hvað sem hún heitir. Ég veit hún heitir Gen Z. Og að hún myndi kunna með það. Og svo gerðu þeir aftur D-Huss. Og það er bara vinsað snið frá dísil í búðinni í dag. En hvað segir þú þetta niðurmjó? Ert þú fyrir það? Sko, er það gulróta gamla snið? Sko, ég á gamlar Calvin Klein buxur sem eru niðurmjór og ég nota alveg stundum við stífvél. En ég myndi aldrei vera bara í ballerínuskóm eða eitthvað svona beautyhælum eða eitthvað þannig við eins og við vorum alltaf klæddar. Nei, ég ekki heldur. En það sem að sko allan að chat er að predikta næst, þú veist, það að því þetta fer að það Þú búin að láta chat gera forecast fyrir tísku? Já, ég var bara svona spá að því þetta fer alltaf í hringi. Ég elska chat. Það kemur næst og ég meina niðurmjóa buxur, þetta mun koma aftur sko. Ég veit það. En manstu þegar komu síðast, þá var ég að vinna, það var örugglega bara 2006 eða eitthvað. Já. Og ég man líka þegar támjórskór kom aftur. Og ég man við keyptum bara 1 kassa sem þýðir 12 pör og þau voru bara til forever en ekki að því það var bara, þetta var ógeðslega sló að fara í gang. Já, að koma aftur. Já, rosalega. Svo keypti Inga Rósa Poplife sem voru eins og again í öllum litum og það var bara allt einu var þetta algjöru hittari og það var eins með þess að niðurmjóa buxur, það var bara fólk hló, bara ég myndi aldrei fara í þetta er svo gulróta buxur og þetta er svo leggings og þú veist, fólk bara var yfir sinn hegslað fyrst, manstu bara, en svo bara voru allir að maður að komna í rita og þá komum við þar aftur og núna verður þetta ekki svona sló tilbaka aftur. Ég held það sko, þú veist það eins og ég segi. En það tekur tíma. Þetta tekur tíma og ég held bara líka að því þetta er búið að vera áður, þá fer fólk sem valega í þetta, en við megum ekki gleyma að það er bara heil kynslóð sem er að upplifa þetta í fyrsta skipti. Eins og bara það bara tilfinningin að kaupa sér nýja dísigallabúsir. Nú er bara fullt af krökkum að upplifa að þetta er góð tilfinning. Þú veist, þetta er eitthvað svona... Maggi var á leikskóla þetta var. Já. Þú veist, ég man ekki hvað gamall. Ég klæddi hann bara í dísilföt, sko. Já, hann var líka dísilbarna, sko. Og svo því að sótt hann í leikskólanum, hann var alltaf sokkaböksunum og ég alveg bara, hvað eru dísilbúsnar, skilur við? Og konan sagði mér til mig, hann finnst þetta ekkert sérlega þægilegt en að leika, ég alveg að senda krakka líka bara í... Þetta er flott. Já, myndum að gera það eitthvað núna? Jú, það ekki. Það er allir krakkar ógeðslega flott klæddir. Já, en ég er að tala um svona litla krakka. Já, hann var alveg, veistu hvað hann flottur í þessu? Já, ég efast ekki það. Bara, sittaði bara í gallabuxur á leikskólan. Já, dísilból og með dísilbökkett á myndar á hann mjög sem ennþá, þetta var æði. Já. En það er svo fyndið, RÚV í gær, ég veit ekki hvort múin að sjá það, eða hvort það hefur verið í gær, allan er eitthvað TikTok eða Reels í gangi, þar sem þeir eru í kringlunni að spurja
mismunandi Já, ég sá þetta í kynslóðir gær. með dúfnála 10. Já, nei, þú sagði mér þetta. Já, og það er það sem að maður þarf að tengja svo mikið við, af því að þetta er það sem systir mín bent á, bara þó að þið séu að tala um eitthvað, Já, veit þið enginn. megið ekkert láta eins og allir viti það, og það var ótrúlega fyndið, voru einmitt svona krakkar fættir 2000 eða svona 20 krakkar og yngri. En þá er enginn að fara að skilja þetta, hvað hippir og því það er enginn að sjá. Það er að síðan segja, það er svona, Víðar buxur. við þurfum Já, ok. að setja þetta á Við erum að æfa Instagramið, okkur. já, og við setjum þetta á Instagram til þess að útskýra Já. betur. Og hérna, við munum gera það, en þá sjá svo greinilega bara, hvað hugsað þú þegar þú heyrir dúfnála 10? Og þetta veitum við öll hvað það er. Sódóma, dúfnála 10. Veist þú það, Bryndís? Nei, hún er 23. Okay, já, einmitt. Og hérna, svo voru aðeins eldra lið spurt, það var bara, já, dúfnála 10, Sódóma Reykjavík. Já. Það var einmitt eitt strák sem var bara dúfnála 10, ég hugsa bara dúfur, Æ, algjört krút. já, Mjög það fyndið. gleymist, manni líður bara, já. Ég var einmitt búin að skrifa hérna hjá mig líka Jessica hlýrabólunir, Já. bara að láta þegar við letum sikka á. Bara, þú veist, svo að sé sagt, Jessica hlýrabólur er náttúrulega bara eitt best seldi bólur allir tíma hlýtur að vera. Já. En þú veist, hann var bara spagetti hlýrabólur, bara svona fullkomin í sniðinu og hann bara gerður í öllum regnbogaðslitum. Það var þvíleika litadýrin í Svo tískunni. var maður í skonnum við. Jú, Það er þetta svo var sem allt í vorum að stíl. tala um aðan, þetta er bara sem, Það var ekki svona beist bara tíska fyrir þá þarna. sem vita, þá er semst, Jessica partur af bara við vorum að hanna náttúrulega Já. og þú varst mikið í því fyrir 17, bara framlýslu og hérna Jessica Moss, einmitt. Hétmerkið, Já, heitir. heitir ennþá, já, það er alveg á góðu lífi ennþá. En hérna, Jessica er einmitt einn af bólunum sem er í Hall of Fame, já, Í hvað lit? rauði. Var að fá að sjá þetta. Já, þú verður að Og koma að kíkja. Kabuto, mannstu hvað það var? Já, Svona crossover bólur. Ég Er veit þið með það. hann líka? Já. Geðvegt. Já, Ég er að vera að koma að skoða þetta. Þú þarfst að koma að skoða þetta. Ég held að þetta er bara að gera comeback bara. Sko, Andy sem ég sagði það, hann er 50 ára á þessu ári. Þannig að það bara verður alls konar gert. Þakka þér til. Já, Já, ótrúlega ég ætla að vera spennandi. Þú verður með auðvitað. En hérna, svo fannst mér líka að það er annað gallabrústamerki sem er bara svona svipað. True Religion. Manst þú eftir því? Ég man eftir því. Jú, ég man eftir því. Já. En ég man meira eftir svona Next to Diesel var með 60 Já. sem er kannski ekki lengur. Sko, ég held alveg að það sé ennþá ykkur staðar í Evrópu. Þú veist, á öðrum mörkum sem að við erum kannski ekkert að tengja En mikið það er við. ennþá til þetta merki. Já, það er ennþá til. En ég man eftir True Religion en ekkert endla gallabuxum. Nei, af því að það er einmitt eitt af merkjunum sem að 17 er búið að taka inn aftur og það er ekki út af mér, það er út af því að það er búið að benda mér, já. Já. Og svo hérna var ég, Geðveikt, já, já. það er akkurat svona eins og dísel, Já. þetta var mjög vinsalt 2000 eitthvað. Og bara sama með Ögg og eitthvað svona, Ögg er kannski búin að lifa eiginlega allan tíman, en verður svo allt í hennu bara vinsalt gegn TikTok og eitthvað núna. En ég fann líka eitt blað þegar við vorum að tala um myndi gerkvöldi. Við talum við mig og mömmu í Nýtt líf frá 2000. Og ég er að segja þér, ég var ekki að skoða blaðið og skoða fötin sem ég var í. Ég held myndi nota næstu allt sem ég var í. Aftur, Já. núna. Ég myndi nota eiginlega allt. En þetta bara segir mann, er bara alveg eins og með stífilin sem við erum báður í núna. Ég er í freka nýjum, Já. þú ert í gamlum og það sést allar munur að Nei, það. og ég var með tösku einni myndinni, ég var tjúptopp einni myndinni, ég var í svona gallabuxum bara ekki með smellum, þú veist. Og ég var í bara hvítum blazer, ég var í geðveikum hælaskóm sem ég myndi deyja fyrir að eiga núna. En mamma er ekki með það bara heim hjá sér. Nei, ég trú ekki hann hafi ekki tekið á. Óksla spælt mamma, tjók. En þetta er ótrúlega skemmtilegt Já. og svo bara líka eins og þú, hérna, Balenciaga City Bag, hún er svo mikið iconic fyrir hérna. Ertu ekki með hana? Já, hún er hérna í hillunni hérna. Þessi gráa, eða þessi og Já, þessi, bara- þetta er sikkur stærðin. Já, einmitt, já, þessi taska og hérna, og þetta var svo flott þá og þetta er svo flott núna. Veistu hvað? Þegar hún var óksla vinsæl, þá gaf Svafa mér hérna eitthvað svona, ekki samt frá Balenciaga en í þessum dúr, tösku. Ég man ekki hvað hann keypti hana og ég var bara, ég trúi ekki hann að gefa mér hana. Og það er gaman að segja frá því, ég hætti að koma með hana því Ísabella er ennþá að nota hana á fullu og ég myndi nota hana líka, hún er bara geðveik. Ég meina þessi taska er bara ógeðslega flott að eilífu. Ég veit það, að eilífu amen. Já. Bara. En hérna, já, ég fór að sinna það áðan, hérna, að því að það er gaman að spá í, hvað veldur svona comebackum og það, af hverju er þetta alltaf að fara og þá einmitt komið upp þetta með, það er nostalgían og það er þessi hugará sem að krakkar fá við að fara í eitthvað sem að þeir hafa séð staður. Hvort er að sé mömmu sinni að mynda mömmu sinni í því, mér finnst þetta alltaf En áhugavert. fyndi, út af því að ég á svona kórminninga mömmu minni
náttúrulega bara stórkostlega falleg kona og hún var bara, ég man sko, ég veit ekki alveg hvað ég var gömul, kannski bara, ég held allavega undir 8 ára eða eitthvað og hún, mamma með kolsvart hár, ógeðslega sæt og hún alltaf var í eitthvað svona ponsjói svo var hún í svona rúskinstifili með kögri þannig að hún var svona eins og indjánakona, fannst mér og bara alltaf því ég sé eitthvað svona í þessum smá svona hippie ponsjó, þá ég bara, wow af því það kannski þetta sem þú ert að segja ég á þessa minningu fannst hún svo geggjuð mamma var svo sæt, æskiliru og en bara en í þessu átfitti þá var ég bara eitthvað svona wow að þetta einmitt, þú veist, þetta meikar alveg fullkomið sens sjá þessi búts í dag með svona indjánakögri, ég myndi kaupa svona og þetta ponsjó bara allan daginn, ég vildi ætta ennþá en þetta einmitt nákvæmlega, ég held að þetta sé eitthvað svona hugaróð sem þau fá bara ok, ég sé þetta ekstra áður, ég sé mömmu minni þetta eitthvað svona góð tilfinning og og svo nýtt orð sem ég sá, sem ég aldrei heyrt áður það ekki nostalgía, það njústalgía njústalgía? Já, það nýtt ekki nostal, heldur njú og og það þegar að nýjar vörur eru settar svona í búning frá 2000 þannig eða bara einhvern Y2K tímabilinu, já, eða bara einhvern tímabili og þá það til að höfða semst til eldri kynslóðar og yngri. Vá, ég hef oft gert þetta, vissi bara ekki en þá svona einhvern veginn, ekki bara copy-paste frá okkur gömlu, heldur þá þetta njústalgía, þá þetta bara semst að henda öllum kynslóðum, en eitthvað ákveðið tímabil sem sett í svona nýjan, aðeins nútímalegri búning. Áhugavert. Love it. Já, I love it, sko. Og svo svona síðasta, kannski varandi þetta, af hverju hluti fara svona aftur í hringi og hringi, þá við að tala hvað íslenska orðið yfir það? Endurvinnsla. Þú veist. Já, recycle. Já, recycle. Af því að þá svo auðvelt að þrifta og endurselja hluti. Ég elska þrifta. Ég hef alltaf elskað það. Já. Og ég hef alltaf keypt mér skó, þú veist, rosa mikið svona þrifta skó, þú veist, mörgum finnst það ógeðslegt, en þú veist, þarf ekki að flottstu bútsimi. Já, en þetta einmitt, þú veist, það sem við líka verið að segja, þú veist, hún kemur alltaf aftur og aftur af því að það fullt af fólk sem geymir dótið sitt og að resella og eitthvað svona. En það ógeðslega fyndið, einu svona var ég að þrifta skó og svo var ég í ykkur svona pilsir sem svipað þú ert í og í svona einhverja bútsum og ég var á tískuvikunni í Kaupmannahöfn og þetta fyrir 2007 örugglega. Billjón árum. Já, og það var komið til mín frá okkur útlenskum tímaritum, þú veist, þá var náttúrulega ekki social media en eitt. Nei. Og var tekið mynda mig fyrir, ég man ekki L eða eitthvað svona og ég bara út af stífilunum sem ég var að þrifta, þau voru eitthvað svona 80s öðru í sig, þú veist, smá í þessu væpi sem við erum í núna og ekki samt kúrga, ég veist ekki hvað að meina, mannst eftir þeim. Já. Og og svo labba ég inn á sýninguna og það voru bara einhverjir skóframleiðendur bara voru að taka myndir af mér, spyðum skilja stífil mín eftir, þú veist, þannig að þetta virkar, þetta bara eitthvað, skilur. Já, þetta bara þannig. Og svo einmitt bara eins og við fórum inn á það, svo bara náttúrulega sumt sem að maður bara einhvern veginn, að því maður búin að upplifa það og maður getur alls ekki hugsað sér. Nei, en ég man eftir þessu að því að Svava var stundu bara nei, ekki þetta aftur, ég bara hvað meinar hún? Já. Jesus. Þannig eru við bara en núna ég þannig, skilur eins og þú með þess að niður mjög á buxur. Ég bara, ég er búið með þetta, ég var í þessu ég var svo lengi í þessu. Sumt tekur maður bara fagnandi sem kemur aftur. Bara ég elska svona bóhótísku. En veistu hvað ég held að, ég líka, já. En ég held að sé hreinlega út að ég er lítil og hitt klæðið betur. Já, það ég held að sé bara þannig að þú ert bara fegin að það ekki lengur í tísku af því að klæddi þig ekki á þeim tíma. Það hlýtur að vera ástæðan fyrir og vilt ekki taka þátt í aftur. En ég mátaði svona buxur daginn og ég var bara, mér leiðis ég verið allsber. Þú veist, mér fannst ég svo minnst þetta eitthvað svo sexy og rosalega þröngt og bara eitthvað sína svo ógeðslega mikið, ég bara við erum alltaf ekki vana því. Nei, maður er alltaf eitthvað allt stórum fötum og það bara tískan, bara einhverjum oversized blazerum af bara manninu sínum eða pappa sínum eða eitthvað. Og já, en þá erum við búin að fara vel við þetta. En svo ég með eitthvað svona spurning vikunar eða eitthvað svona saga eða mistök, skandall í vinnunni, eitthvað sem þú manst eftir. Sko, ég bara, fyrsta sem kemur upp að þú segir skandall í vinnunni, það
það var þegar ég var að vinna í London. Þegar ég var að vinna hérna í Aragon Cat og þau voru með fullt af búðum og... Ógeðslega flott merki bæði Já, vei og ótrúlega fyrir flott. þá sem vita ekki, af því Já. það ekki til lengur. Nei. En það voru ógeðslega svona áberandi í sáru sem marga söngvara og svona Já. frækt fólk í þessu Bara, og það maður var var þannig. alveg lagði sér fram við að eignast eitthvað frá sem merki, Já, þú veist. og ég hélt alveg með tenginguna þegar ég flutti út og fór að vinna, það var Heba vinkona okkar, hérna, hún var að vinna þar, svo fór Vala líka að vinna þar, við náttúrulega byggum alla 3 ár úti og það er búa ennþá og ég fór að vinna hjá Aragon Cat og hérna að það var ótrúlega mikið af svona frægu fólki sem kom að veslaðana Ég man eftir. og hérna ég afgreiddi einu sinni Ég á sko eitt Rihanna. jakka ennþá út af því ég tíma ekki sjálf. Nei. Ég afgræði þetta Rihanna. Já. Já, ok. Og hérna og bara Ég hef aldrei akkurat hana. Nei, og einu sinni þurftum við að taka hérna eina stelpu bara á tal af því að þú voru, ég held ég þegar mest var 12 búðir í London með Aragon Cat og var ein pínulítið búð í Covent Garden, bara pínulítið búð og hérna og Naomi Campbell kom inn og Ég veit svona hitt hana samt. já, en hún bara fraus og bað hann einandráðin Guð. og hún var svo flóttaleg og bara einhvern veginn bara, Óþægilegt. nei, og bara hljóp út í búðinni og keypti ekki neitt Guð. og bara við sáum þetta myndalunum Já, tjekku. já, við tjekkuðum að því að var önnur stelpsa að vinna með henni sem var bara Naomi Campbell kom og sagði okkur hvað hún hefði gert við bara, hún hefði greinlega ekki fengið þjálfun bara þú lætur ekki svona þú bara ert cool as a cucumber þegar einhver kemur getur svona eitthvað celebrity, alltaf af því að hún fer í þessa búð af því að hún er Langar pínu í lítil eitthvað, já. nei, og líka pínu lítil og ekki beint á móti selfridges eða hérna, einhverju svona Já, busy ég held að vera að segja Naomi var pínleitileg. Nei. En hérna, það Búðin. skemmtilega var líka að hérna, eftir að ég náttúrulega vann hjá NTC og flutti svo út, þá hélt Svafa áfram að kaupa Aragon Cat fyrir, held ég, kúltúr eða eitthvað. Og hérna, en já, stærstum skandallinn, það var, hérna, við vorum að framleiða fyrir ASOS, svona white, þá vorum við hanna fyrir þau í gegnum okkar versmiður, ákveðna hluti fyrir ASOS og hérna, og svo þarf að fara í gegnum eitthvað svona alls konar gold seal, red seal, bara svona hérna, þegar þau eru að samþykja sýnishornin. Þetta er bara rosalega langt og strangt ferli og síðasta sýnishornin sem er velnlega samþykkt heitir gold sample og það er sýnishorn sem er tekið úr framleiðslunni. Þá eru þau bara örugg með það að þetta er framleiðslan og að þetta er eins og þau vilja hafa þetta. Þannig að þau gefa svona gold approval. Leipur bara, já. Já, en eitthvað stæðin í mildtíðinni þá var semst kona að vinna sem að ég var nefnilega bara í samskipti við þá sem voru að kaupa þetta inn og bæjarana og sýndi þeim alltaf sýnishorni en hún hafði semst látið versmiðuna plata svo út í það að hérna að leyfa þeim að nota annað efni heldur að þau voru búin að samþykja. Á þess að láta þau vita. Já, þannig að gold sealið var sem sagt bara það sem að þau samþyktu en var ekki framleiðslan. Var þetta bara eitthvað krepp efni? Ég þetta var bara miklu ódýrara eitthvað viskosefni og við erum ekki að tala 100 hverju. Nei, guð. Þetta er sko ASOS var að kaupa bara í 1000 sko. Og byrju, nei. Þetta var, jú, þannig að Það skiluðu öllu? Þegar framleiðsla kom þá var það bara rejected. Og þau höfðu bara allan fulla rétt á því af því að gold sample-ið En hvað gerir fyrirtæki í svona stöðu? Er það að fara að framlega eitthvað nýtt? Er þetta bara loss? Við þurftum bara við enduðum á að selja þetta til TK Maxx eða eitthvað langt undir kostnaðarverði. Það er svona verslun sem að kaupir með alls konar merki en þetta er svona eins og bara þess þegar það er búið á útsölu þá endar það oft þar. Var Aragon Cat merki í? Nei, ASOS. Við þurftum að taka all merkin úr sko. Já, það ekki, og settu eitthvað í staðinu? Nei. Ég held ekki neitt, við þurftum alltaf bara að reyna að fá eitthvað upp í þetta. Shit. En þetta eru svona bara stærstu mistökin á mínum ferli sem ég hef verið involved í þó það hef ekki verið, ég bara ekki ábyrgði, en í raun og veru þá þurfti ég að svara fyrir þetta. Ég alltaf hugsa einn svona mistök sem ég gerði, reyndar hjá NTC, að það var í gamla dag þegar við erum gamla náttúrulega. Já. Það er önnur saga, já, allana. Var þín ekki búin annars? Jú, ég ætlaði bara að segja skilabúðin sem ég fekk hana frá mömmu vinkonum mínar ekki. Já. Nefna ekki nöfn, en það var mjög fyndið. Að við varum svo gamla? Við vorum svo gamla, við heldum að við varum eldri. En við erum alltaf búin að vinna ég er búin að mína búið 17 ára og var að vinna á NTC. Ég er búin að vinna í þessu síðan ég var 19 eða eitthvað, ég er 50, sko, þannig ég er búin að vinna í þessu 30 ár. 30 plus? 30 plus. Það er bara mjög margt búið að breytast á 30 árum. Það er bara mjög margt búið að breytast á 30 árum. En
þegar Frakkland var svo sló að fara yfir í tölvur. Hann vildi alltaf fá pantannar á faxi sem við vorum að tala um í síðasta þætti. Og ég var að panta Jessica sem hlýrabólun spagetti strapp sem við vorum að tala um. Og og þá vorum við heldur ekki að panta 10 á hverju, sko. Nei, þetta var þannig bólur að hann var bara í háu magni, skilur og ég að skrifa bara númerið og þú veist, ég skrifa 9 en hún tekur það fyrir 5 þú veist, í ykkur raðnúmeri á bólum sem þú ert að panta. Já, ég að panta ból sem pöntum í miklu magni en hún heldur að sé annað bóli sem myndum bara panta í pingu litlu af því það var svona tjúptoppur það var svona band úr miðjuna á tjúpnum sem að gætt bundið svona bak við háls. Man svo eftir þessu. Og þetta var líka í öllum þessu litum, þannig að pöntunum var líka í mörgum litum, þannig að það var bara neongrætt, gulu, bleiku, blár, þetta var svona litadýrt. Og hún bara heldur ég bara panta svona rosalega mikið af svona tjútopp, af því að hún bara les, er það mín mistök eða hennar, I don't know, bæði, örugglega mín, skilur Allavega, svo veit ég ekki neitt, bara sendingin kemur, við tökum hana upp, og ég var bara, hvað gerast ég var að fá hjarta áfall. Ég man eftir þessu, við letum alla mástu vera í þessu. Við klæddum alla í þetta og það var samt svolítið kúla þegar böndin kom svona upp úr að maður var í ykkur peysu eða skyrtu eitthvað yfir og kom svona Við ætluðum bara að selja þetta. Ég veit það. Og við bara settum borð út allt og veist, ég hringdi í mömmu mína, ég bara mamma getur nokkuð komið niður í 17 og keft nokkra bóli og bara eitthvað svona. En sem betur fer, kannski okkar vegna, var þetta bara algjört hitt. Já. Ég veit ekki hvað Guðs lukka með okkur, því ég held ég í rekin, sko. Já. Og fyrir þessi mistök. Já, ég held það. Og ég var sko bara svefnlaus og nætur og kvíði og ég var bara, hvað er ég búin að gera? En ég man bara, við settum alla, því ég var að vinna í 17 árs tíma, við settum bara allt staff í þetta, bara alla í mismunandi liti og bara í alls konar yfir, þannig að þetta kom svona. Og það var engin social media en eitthvað. Nei, við bara byggum til eitthvað, það fannst öllum þetta bara ógeðslega flott. Þetta var ógeðslega flott, sko. Þannig að okkar stærstu mistök eru bara mjög svipið í raun og veru. Já, en þú veist, ég þorði ekki einu svona að segja yfirmönnum okkar frá þessu fyrir en bara eftir á. Ertu að tala sögu þá? Já, og bara þá sem voru, ég þorði ekki. Nei. Ég var bara, ég bara, þú veist, mér fannst þetta svo hjúts mistök á minni hálfu og þegar ég skrifaði væntalega illa eitthvað, skilur við. En væntalega ef þetta hefði ekki selst, það hefði þetta náttúrulega verið hjúts mistök. Nei, bara guð mig góður. Þú hefur aldrei verið rekin fyrir það. Nei, ég veit það, en þú veist, en samt. Já, ég veit, þetta er mikil ábyrgð. Þetta er mikil ábyrgð. Það er mikil ábyrgð að eyða annarra manna peningum. Það er bara hræðilega mikil ábyrgð. Af því að þú veist, þetta er peningur svo átt ekki. Svo er þetta líka smá svona spákaupmennska og maður kaupir ekkert í svona magni sem er eitthvað nýtt eins og þessi bóli var, maður kaupir bara eitthvað svona bestseller. Smá til að prófa og svo einmitt. En já, að þetta fór vel sem betur fucking fer. En ég veit ekki, ætlum við bara fljótlega að fara að klára þetta, en ertu með eitthvað upptitt á þessu bekkamáli eða? Nei, í raun og vera ekki mikið, en bara, þú veist, það er bara að vera að tjastlast á þessu sama aftur. Einin sem gæti klera þetta mál væri bara, hvað heitir hann, maðurinn sem söng, Mark Anthony. Já, hann er bara einin sem gæti bara, en hann á víst að hafa kallað Victoria Beckham upp hann í hennan dans sem allt er brjála út en einhverju segja að Nicola hafa bara hlaupið strax út þegar hún kannski smá drama. Nei, sko ég held að það sem hafa verið heyrt að fólk hafi átt vona því að fyrsti dansin var að fara að gerast og Mark Anthony hélt eitthvað ræði og hann kallar á the most beautiful woman in the room. Já, ekki gott. Og náttúrulega fólk bara gefið sér að þá er Nicola, hún er nú einu sinni brúðurinn, skilur, og þá kallar hann á Victoria og þá er hún hlaupið út grátandi. En svo er sagt, skilur, þarna að eitthvað DJ sem var að koma út hann var ekki að segja að, þú veist, að Mark Anthony hafi sagt og setti hendunar hér og setti eitthvað lag og hann hafi bara svona smá, þú veist, þannig að voru þau að plana þetta saman hann á Victoria eða var hann bara að gera þetta eitthvað on his own bara sem einhver fjölskylduvinur? Já, einmitt. Hann er búin að fara í mörg viðtöl þessi DJ núna. Hann er allir bara að moka. Hann er bara að ná sig í 5 minutes of fame og smá auka cash. Og þá veit ég aldrei hvort að maður eitthvað trú eitthvað. En svo las ég líka á hann óslega margir að kommenta á að hún hafi verið Victoria Beckham í eitthvað svona hálfgerðan náttkjól, svona slipdress með blúndu og margir eins og Amerikanar finnst þetta bara óslega óveðandi fatnaður fyrir móður brúkumans. Já, og hún er náttúrulega amerísk konans. Já, þannig að þú veist, ég held að þessi líka einhver svona munur á milli landa. Já, bara svona menningamunur. Já, ég held það.
og þar að leiðandi fyrst Já. henni þetta mjög óviðandi þegar kannski okkur finnst þetta bara ókslega flott. Já, þannig að við veitum ekki, þetta er ongoing, Já. við höldum áfram með þetta. Já, en ef að enda bara á þráhyggju vikunar, sko, ég ætla bara að segja fyrir mig, þá er yfirleitt ein af mínum þráhyggjum ef ég er með margar, það er alltaf einhvað sem ég er að horfa á. Og bara allir sem þekkja mig, þau vita að ég er svona go to þegar fólk vantar eitthvað að horfa á. Okay. Af því ég er eitthvað bara búin að lista allt niður sem ég vil horfa á og ég er með mjög háa standarda. Okay. Þú veist, ég horfi ekki neitt sem fær undir bara helst 7,5 á IMDb. Hvar sérðu það? Bara á IMDb appinu. Þá er bara, og maður minn er ekki sammála, hann veist hvað mikið að góðu stöffi sem fær bara 6. Ég er bara nei, ég ætla ekki að eyða tíminu mín eitt. Þannig að mér finnst yfirleitt það sem ég horfa á. Með geðkóðan smekk á þessu grunna. Nei, og ráðleg fólki að horfa á. Það er yfirleitt gott stöff. Okay. Ég er ekki að eyða tímanu mínum. Kottu með það, hvað erum við að fara að horfa á næst? Sko, Night Manager. Night Manager? Já, þetta eru þættir sem að koma, þetta er önnur serja. Myndi Ari horfa á þetta? Við horfum, þetta er sko eiginlega eina sem við horfum á saman þess dagana. Óli minn elskar þetta. Og fyrir serían kom út 2016 og þetta er þarna vondikallin í þáttunum. Það er þarna House-doktorinn, þarna Hugh Laurie. Já. Geðveikur leikari. Nei, ég saði þetta svona, já, þess ég vissi alveg, en ég veit eiginlega ekkert hvað að tala um. Ég er ekki mikið sjónvarpskona. Nei, ok. Allana, hérna, ég mæla mig því. Önnur sería er núna sérst í gangi og hvað annað er ég með heilunum? Ég er náttúrulega með handboltana heilunum ennþá og dumplings, ég með eitthvað dumplingsæði. Ok, tengi ekki við neitt af þessum, Marja. Ok. En ok. En þú veist hvað dumplings er? Ég veit hvað það er, ég mér langar aldrei að kaupa með það. Okay. Ég held að ég þarf bara að fara að taka þig bara, þú veist, bara í gegn. Í bakari? Já, bara með margt. Og þetta er eitt af því. Sko, ef við förum að borða það saman í kaupin. Ég er búin að bóka að borða eitt kvöld fyrir okkur. Ok, er dumplings þar eða? Nei, það er kaka, mannstu kaka mín. Já, kaka, alltaf sama stað. Okay. Ég leggst á sortur líka í... Alltaf með sama make-upið, sama skinnkerið og alltaf sama veitingastæðin til að bóða sömu helvit skökuna. Já, hún er svo góð. Já, hún er líka falleg. Hún er líka rosa falleg. Ok, fyrirgeður. Og ég gerir svo mikið með augunum, af því hún er svo falleg. Ég veit það. Þá held ég kannski hún sé betri en hún er. Nei, ég veit Nei, ekki. Hún er bara svo flott. Hún er rosalega flott. Ég elska bara mat sem er svona fallegur. Já. Þú veist, ég veit ekki, já. Nei, ok, allt er lagi. En þú ert að fara að horfa að Hit It Rivalry, Night Manager og bara dumplings á næstunni. Ef þú ætlar að halda áfram með vinkonum. Ég bara þarf að, get ég unnið með þessu? Unnið með þessu? Já. Ok, geðvægt. En ég er með svona, mín þráhyggja er eiginlega tvennt, smá þrennt. Ég er alltaf með Fashion Week bak veira því við erum að fara ánga. Ég reynda líka í hvað ég ætla að vera, ég er löngu búin að bóka alla fundi, en ég er svona aðeins svona að spá í hvað ég ætla að vera því að ég mikla það ég vilt ekki mikið fyrir mér. Nei, ekki heldur, ég pakka alltaf kvöldin að þessu, ég er hræðileg. En svona bara hvað ég ætla að gera og sjá og að því að Erla ætlar að koma með mér og hvað ég ætla að sína henni og eitthvað svona. Er Erla að koma með? Já, það okay, gaman. Það verður ekkert eðlilega. Þetta getur ekki klikkað. Skemmtilegasta kona landsins, bara svo það sem sagt. En síðan er ég með svona on my mind fatamarkað út af því að ég er að fara að vera svolítið mikið í Kaupmannahöfn næstu 2 mánuði því Bella er að flytja ánga. Já. Og við erum að... Bella dóttir þín, þannig við erum að mixa einn enn fatamarkað en sem ég er greinlega búin að gera... Það er að bjóða heim til þín eða? Nei, ég ætla ekki að bjóða heim til mín. En hvert ég ætla að bjóða, ég veit það ekki alveg. Og kannski selja ég bara eitthvað á Instagram eða eitthvað. En þú veist, ég var að sækja föt úr hreinsun og ég er eitthvað svona að mixa það. Mér er það alltaf svona smá gaman. Okay. Og ákveða hvað ég ætla að selja og svona. Og svo er annað sem er svona smá confession hérna, sko. Það er náttúrulega komið fram að ég er orðin 50 og ég er með stórt letur á símanum. Þetta er smá vesen, skilur, að vera svona gamall og ég sé ekki neitt. Ég sé þig ekki vel, en á síma minn, nei, ég sé ekki neitt. Ok, bring it on. Já, það er glerugu. Já. Ok, þessi glerugu, þetta er sorglegt. Settu það á því. Nei. Andra. Ég get ekki með glerugu. Ok, ég ætla ekki að pína þig. Nei, en sko, ég keypti þessi glerugu sem sagt, í maturubúð í Sviss í Skeiðarfirðinum minni fyrra. Ég er að fara aftur í Skeiðarfirðinu núna smá og ég er ekki ennþá búin að koma í verka að fá mér almennilega gleru. En hvernig ertu ekki búin að tína? Það sem kostar 4 evrur, nei ég veit það ekki, kannski að þeim, ég veit skilit ekki. Og ég er búin að fara mörgusunum í optikal og eitthvað svona, en ég labba alltaf út með sólgluru, ég elska sólgluru, ég get ekki gleru. Nei, sko, mér dreymir að fara í bara nýja augasteina eða eitthvað, skilur. Já. En ég þarf svona lesgleru og núna er ég komin á þann stað, þetta er confession, ég þarf tvískipt gleru. Ok. Nei, þetta er sko bara... Þú getur hringt í Ara. Ég held að hann elski þetta. Hann er bara, á einu uppáhaldsbúð.
þannig að sjáðu, Já. hann bara þekkir alla þar, bara að Gulla bara heilsa þér, það er stelpa sem þekkir sem Ég er er að vinna svona með þarna, optikal, ég er búin að hvað fara- heitir að Gulli? Hann náttúrulega í sjáðu og hann er bara með geðveikleiru, sko. Já, en ég er sko búin að fara og máta allt og þau eru að hjálpa mér sko, þannig ég fekk svona hugmynd, bara ok, ég veit hvað ég geri, ég kaup mér bara ósla flokkleiru, set bara smá svona brunkleir, þannig mér líður sem Já, sólgleru. en það er bara mjög margir að gera það Já. og það er, herru, ég verð að Ég segja sé samt bara ekki alltaf einhvern annan þegar ég líti speil, en þetta er að koma. En ég verð að segja þér, að því að þetta er svona shameless plug, að því að þú ert að tala um þetta, við erum að selja ótrúlega flott merki sem heitir Glass. Ertu ekki búin að sjá Jú, þau? ég er búin að máta fullt. Já, en að því það er einmitt með svona dökku gleri og sjóngler. Já. Mér finnst það bara flott svona gleri sem ég sé, sko. Já, þau eru mjög flott, en ég er bara eitthvað ekki að hitta Nei, á rétt þú seip ert og ég er að vinna í þessu. Já, ég segi þér. Ég er komið 2, svo ég get sýnt Þú ert í afnýtun. Ég bara, mér langar ekki í Nei, gleraugu. ég veit að þú ert í afnýtun. Já, ég á einn gleru frá sem merki, ég er búin að kaupa einn í efinni. En ég ætla núna að fá mér eitthvað svona alvöru dæmi og já, og ég ætla að skila þessum hérna úr maturabúðinni í Sviss. Í sko Zermatt, skíða eitthvað svona bæ, skilur. Elsku þetta, þetta er confession vikunar. Já, þetta er confession week. En ef við ekki bara segja þang til næst, þá munum við fara við tísku vikuna. Þá fyrir við til sko. Já, Ég hlakka til. Ég líka. Sjáumst. Bye. Bye.